Góðan daginn. Við erum samankomin hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hérna í kirkjunni í dag. Við höldum auðvitað öllu millibili eins og okkur ber að gera, sprittum hendur. Svoleiðis að hérna við reynum að hafa útsendingun okkar í sem bestu formi eins og við viljum hafa hana. Ég vil bjóða ykkur öll hjartalega velkomin sem að fylgið okkur á netinu. Við erum svo sannarlega þakklátt fyrir tilveru ykkar. Við sjáum það alltaf í lok hvers dagskrá hvað eru margir sem fylgja okkur og við erum innilega þakklátt fyrir það og vona að þið eigi góðan hvíldardag með okkur hérna. Ég ætla að byrja því að lesa ritningatextan sem að fylgir lektíunni í dag. Hann er tekinn frá Orðskviðunum, 15. kafla og 3. vers. Augu Drottins eru allstaðar og vaka yfir vondum og góðum. Skulum biðja saman. Já, kærleiksríki Faðir, við erum innilega þakklátt fyrir það að við vitum að þú elskar okkur. Við vitum að þú verndar okkur og við vitum að þú fylgist með hverju fótspori okkar. Ekki okkar bara hér sem hér erum eða þeim sem á okkur líða, heldur öllum. Þökk fyrir það, Drottinn, viltu leiðbeina okkur í daglegu lífi okkar til þess að við getum ávallt haldið í hendi þína og fylgt þér. Við þökkum þér fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við finna þennan fallega sálm sem heitir Á Herrans helga degi, númer 263. Þá ætla ég að fara aðeins yfir í sambandi við kristniboðsfrásögnina og sýna okkur hérna nokkra myndir. Árið 1893 snemma árs þá hófst starfsemi aðventista á Indlandi. William Lenker og A.T. Stroop komu til Madras frá Bandaríkjunum og hófu starf sitt. Það fólst í því að koma starfi aðventista á Indlandi í gang. Starf þeirra fór frekar hægt af stað en 14 árum síðar þá taldist hópurinn 130 manns.
Unnið var að útgáfu bóka á ensku. Madras ljósasti hluturinn hérna niðri. Það tveir hinnir aðeins grænni, þessi ljósi, en það þetta svæði hér sem að ræða. Þetta mynd frá einni af kirkjum okkar úti í Indlandi. Mér langaði að segja ykkur að fyrsta gjöfin sem fer til borgarinnar Amritsar sem í Punjab héraði og liggur 28 km frá landamærum Pakistan. Borgin ein af mörgum sem kölluð Gullna borgin. Í henni stendur einn helgasti helgidómur Síkana og á 9. áratugnum var musterið endurnýjað með 500 kílóum af hreinu 24 karata gulli. Þetta var allt handunnið, engin verkfæri notuð önnur. Á Indlandi voru mörg af elstu siðmenningarsamfélögum heims og landið hefur getið af sér 4 af stærstu trúarbrögðum okkar samtíma, hindúatrú, búddatrú, janisma og síkisma. En okkar eigin kirkja telur á aðra milljón manna sem fylgir aðventshreyfingunni. Og það eru 11 staðir innan Indlands sem munu njóta fórnargjafa 13. hvíldadagsins í lok desember og myndin til vinstri sýnir ein af okkar kirkjum á Indlandi. En það sem á að gerast í Amritsar, þar verið að safna fyrir kirkjubyggingu. Og hvað fallegra heldur en bros barna? Þau lýsa alltaf upp heiminn, svo mér fannst þetta vera passandi að hafa hér 2 fallegar stúlkur með. Súpustofan því miður lokuð verðum bara að horfa til í nóvember hvernig ástandi verður hjá okkur. Kyrrðarstundin einnig ekki í gangi þessa dagana, ekki heldur kórinn. Ég var beðin að setja þetta inn því að Summit Global Leadership ráðstefnan verður netráðstefna núna og ég veit að Suðurhlíðaskóli og þeirra starfsfólk hefur mikið sótt þessar ráðstefnur og þetta innspýting fyrir ferskar hugmyndir, hagnýt skref, grunnreglu forystu og hjartnæma uppörfun. Þetta þitt tækifæri til að fá aðgang að ríkulegu innsæi, leiðtoga frá heimsklassa fyrirlesurum sem reiðbúnir að byggja þig upp og hvetja áfram í leiðangri þínum að betri forystu hvar sem þú hefur áhrif. Kristniboðsgjafirnar, þær renna til kristniboðssvæða víðsvegar um heiminn og þetta í þennan ársfjórðung renna til Indlands. Og svo við komin að lektíunni. Kennari verður Manfred Lemke og hún fjallar heimsmynd Biblíunnar. Gjörðu svo vel. Endilega. Við gerðum bíl á milli, en við þurfum ekki bíl þar sem við sitjum nú uppi með hvort annað svona alla daga. Við erum bílaði. Gott, takk fyrir þetta. Á ég að vera hérna það? Fólk sér mig betur. Já, ég verður að byrja þess að... Já. Akkurat. Ég hlusta hérna á. Skulum byrja saman. Drottinn, takk fyrir Biblíuna. Get ekki þakka nógu oft fyrir það. Fyrir þessa bók, fyrir þetta tækifæri sem þú gefur okkur til þess að kynnast þér, hver þú ert og hvaða náð þú hefur fyrir okkur, gallagripana hér á jörðinni. Við lesum þetta svo oft, sjáum þetta, gefðu að þín náð, þitt hjarta, þinn kærleikur megi endurspeglast í okkur, í okkar umgengni við annað fólk, af náð, af gæsku, af tillitssemi, eins og sönnum kristnum einstaklingi ber. Legg þessa stund í þínar hendur. Amen.
Amen. Ég vil alltaf eitthvað láta í mig Ég veit það. Ég ætla sem sagt að hafa það hérna alveg á hreinu að ég að sinna spjallinu vegna þess að spjallið opið til ykkar sem eru heima. Við erum að senda út bæði á Rásinni frá Reykjavík og Hafnarfirði og spjallið á báðum rásum virkt þannig að þið getið auðvitað opnað báðum megin ef þið viljið og talað við fólk á báðum stöðum eða bara haldið ykkur öðrum hópnum en við erum sem sagt að tala saman þannig að það sem að þið skrifið í reitinn til hægri við útsendingarskjáinn að þá sjá hinir það sem í hópnum og ég reyni að koma ykkar svona framlagi hingað inn til þeirra en nú mega snillingarnir taka við. Gjörðu svo vel. Þetta sem sagt, þessi leksja skrifuð af mörgum skólastjórnendum í Norður-Ameríku, háskóla og sennilega framhaldsskóla stigi og svo hefur þetta verið safnað saman í þetta samansafn hérna. Það áhugavert, það tala menntun, það ekki tala þessum skólar, ekki kennslu, heldur menntun sem miklu víðara hugtak. Eins og í mörgum löndum ennþá skólaskylda en ekki menntunarskylda sem stundum að tala að það ætti að fara að hugsa það. Eins og skólaskyldan var fundin upp til þess að forða börnum frá barnavinnu í iðnaðarborgum í Evrópu og þá var sett á skólaskyldu þannig að foreldrarnir það lá við sem sagt refsingum. Börnin það varð að senda börnin í skólan en ekki í verksmiðjunar í Mílanó eða einhvers staðar til þess að vinna þannig að þrælavinnu, þannig að þaðan kemur skólaskylda. En þessi leksjað menntun, við pössum okkur að hugsa ekki bara skóla þegar við tölum menntun. Þetta miklu víðara hugtak, að læra formlega og óformlega þó svo að leksjan virðist að höfundurnir enda náttúrulega skólastjórnendur í framhaldsskólanum. Þeir hugsa hérna, skólastofnun sem menntunarstofnun. Fróði segir fræðsluskylda? Já, yfirleitt fræðsluskylda eða menntunarskylda, akkurat þetta sem sagt. Svo eru svo fallega orð sem eru verið að búa til á íslensku eins og símenntun sem leggur þessa mikla áherslu á eins og á ensku lifelong learning sem leggur áherslu á að það aldrei, maður útskrifast aldrei. En þessi vika heitir Heimsmynd Biblíunnar og það bara fyrirsögnin sjálf sem býður upp á miklar umræður vegna þess að við gætum núna sennilega myndi enginn vera sammála hver heimsmynd Biblíunnar Það er ekki hægt að lesa þetta bara síðan, en mér langar samt að byrja á föstudaginn. Það fyrsta línan á föstudaginnum tilvitnun í ættmenn og spámenn og hvað stendur þarna? Hver til að lesa? Helst bara alla málsgreinina, bara niður þarna. Máttu til að lesa Einar? Já. Ertu að tala alla efnisgreinar? Já, ég held það, já. Hið sanna markmið menntunar að endurnýja ímynd Guðs í sálinni. Með það í huga getum við séð hvers vegna traust kristileg heimsmynd svo nauðsynleg fyrir menntunarkerfi aðventista. Eins og við höfum þegar séð menntun ekki endilega góð í sjálfri sér. Fólk getur jafnvel verið vel menntað í hugmyndum og viðhorfum sem stangast á við þær meginreglur sem að finna í Biblíunni. Þess vegna verður menntakerfi okkar sjöundags aðventista að byggja á hinni kristilegu heimsmynd sem þýðir að kenna verður öll svið menntunar og vísinda, sögu og siðgæðis og menningar frá því sjónarmiði í stað viðhorf sem í andstöðu við það eða jafnvel vanrækir það. Og til að endurtaka það sem þegar hefur verið sagt, þá finnst ekkert
hlutlaust sjónarmið. Við sjáum allt lífið, allan raunveruleikann, gegnum síu heimsmyndar okkar, hvort sem sú heimsmynd sannfærandi og kerfisbundin eða ekki. Þess vegna skiptir það öllu máli að heimsmynd Biblíunnar sé undirstaða allrar menntunar sem sjöundags aðventistar standa að baki. Þannig að menntunarkerfi og skólakerfi, höfundur notar menntunarkerfi en ekki skólakerfi, sem þetta áhugaverð. En allt í lagi, förum aðeins yfir þetta. Sem sagt, Ellen White segir, hið sanna markmið menntunar, það nú stóra spurning, til hvers menntun yfir höfuð, að endurnýja ímynd Guðs í sálinni. Eitt sem mér finnst mikilvægt alltaf þegar við hittumst í Hvíldardagaskóla, við þurfum að við megum ekki uppræta okkar raunveruleika. Það vill svo til að við erum núna 3 hérna sem eru í menntunarfræðum og svo þú Indra í allt öðru arkitekt, þannig að þú fórst í gegnum allt öðruvísi skóla heldur en við, aðrir allt öðruvísi áherslur og svo Sigga í heilsugeiranum ennþá allt öðruvísi. Þannig að þegar þú varst, hvar stundaðir þú obban af þínu arkitektanámi, í hvaða skóla? Það var við Andrews í Michigan. Ok, þannig í skóla aðvend kirkjunar. Já. Þú veist, með þína gráðu í Master of Science eða Master of Arts in Architecture, eitthvað svona, frá Andrews. Hvernig, getur þú sagt frá hvernig þetta að endurnýja ímynd Guðs í sálinni, ef þú lítur tilbaka á þessi námskeið sem þú sóttir? Þegar þú lítur tilbaka þessi örfáu ár, það er bara nýbúið að vera, þetta nám þitt, skilurðu? Hvernig það sem þú lærðir og það sem gerðist í tímanum sem arkitekt, ekki sem prestur eða hvernig þessi hugmynd Eleanor White að endurnýja ímynd Guðs í sálinni, hvernig gerðist það, fannst þér? Þetta sem þú segir, endurnýja ímynd Guðs í sálinni, þetta svolítið opið, einhvern veginn, opið setning. Þú þarft skilgreina hvernig þú sér fyrir þig Guð í byrjun. En hugmyndafræði sem að kemur, þú veist, í grunni á okkar hugmyndum menntun sem kemur frá Ellen White og þetta heildræn, þessi heildræna nálgun af manninum og mjög mikilvæg og ég held að það skipt máli í mínu námi sem arkitekt sem þú veist, efnislegt eða secular að upplagi en ekki síst líka þessi hugmynd sem er svo rík hjá henni að þjónustu. Jesús kom til þess að þjóna og hún leggur á það áherslu að þegar við erum að mennta ungmenni að við undirstrikum þetta hlutverk að þú ert að tileinka þér einhverja hæfni til þess að betur þjóna viðskiptavini, samfélagi, skjólstæðingi eða eitthvað svoleiðis. Og ég held að það hafi haft áhrif á mig innan þess ramma sem þessi menntun var. Alltaf undirliggjandi og ég kunni ekki að meta það þá, en ég fann að skilja það betur og betur eftir því sem árin líður. Þetta ekki einstakt fyrir aðvendumenntun, þetta getur verið víða annars staðar, en alveg klárlega til staðar. Já, takk fyrir það. Já, þetta er náttúrulega þetta þjónslutverk sem þessi hvað heitir á ensku, þessi service leader eða sem sagt þjónandi leiðtogi. Fróði kann þetta nú rasa? Já. Fróði stingur upp á og segir byrja menntakerfi kirkjunnar ekki í barnakvöldutaskóla líkur innan gæsalappa með fullorðinsfræðslu eins og þessari. Já, að hluta til, já. Einar allar. Já. Já,
menntunarkerfi kirkjunar hefst náttúrulega á heimilinu bara, þegar barnið pínu lítið, sko. Og, en svona, bara rétt að árétta það, já, en hérna, mér finnst svolítið mikilvægt líka að við höfum í huga að lexían hún þýdd með þessu orði menntun, en þetta orðið education á ensku, sem að innifelur líka uppeldi. Þannig að þetta stundum í bland, sko, og þegar verið að taka til dæmis svona setningu eins og var hérna fyrst, hið sanna markmið menntunar, / uppeldis, að það gleymist ekki líka, það verið að tala meira heldur bara skólaveggi, sko. Guðmundur Ólafs sem að fyrir okkur var einmitt búinn að nefna þetta við okkur, að þetta væri í raun og veru ekki, sko, jú, við getum orðabóka þýtt þetta, en það ekki alveg sami skilningurinn á bak við orðið. Það það sem stundum orð svona í öðrum málum, að þau hafa ræðrigði og hlíðar sem að annað tungumál hefur ekki. Akkurat. Og þannig að þetta skiptir svolítið máli, Námsgrein sem svona háskólagráða núna sem svolítið vinsæl heitir einmitt uppeldis- og menntunarfræði. Til þess að ekki annað hvort heldur bæði. Það svolítið flott við þessa málsgrein frá Ellen White það sem ég lesi þetta að það ákveðin viðurkenning á tvennu. Annars vegar viðurkenning á því að heimsmynd okkar, sú sýn sem við höfum, heildarsýn á heiminum, hún eitthvað sem við getum sagt við fáum í vöggugjöf, en hún mótast mjög mikið á þessum mótunarárum. Þess vegna viljum við vera með menntastofnanir, vegna þess að við viljum styðja við heimsmynd okkar. Og við vitum það að fólk tileinkar sér heimsmynd snemma á ævinni. En svo líka sem hún eiginlega viðurkennir, það er okkur auðmýkt sem kemur hérna fram, að hafandi sagt þetta, að heimsmynd mótast mjög snemma á lífskeiðinu og mjög mikið í kjarna þess hvernig við sjáum okkur sjálf og heiminn allan, þá horfum við á allan heiminn og allar aðrar heimsmyndir með þessum fyrirvara, með þessari síu, og við þurfum pínlítið auðmýkt þegar við tökumst á við umhverfi okkar, muna það, allar mínar skoðanir, þær byggja á upphafsstaðnum mínum bakgrunna og mínum mótunárum. Þetta svona, ég sé ákveðna djúpa visku hérna í þessu sem það oft líka þetta þegar að fer í gang og sérstaklega núna þegar aðvendan nálgast, þá byrjar samfélagsfárið hvort börnin í skólanum megi fara í kirkjuheimsókn og það rís alltaf upp í mér einhver kona sem segir kirkjurnar opnar. Þá erum við að tala þegar ekki COVID, að kirkjurnar mega bjóða börnunum og foreldrum til sín alla daga eftir skóla, allar helgar, sunnudaga og laugardaga. Það þarf ekki endilega að vera að tætast með þau á skólatíma. Það í raun og veru ekki hlutur grunnskólans, þetta trúarlega uppeldi, heldur eins og Einar sagði, þetta byrjar heima, ábyrgðin foreldranna og svo barnanna þegar þau vaksa upp. Grunnskólinn og skólakerfið getum ekki gert þau ábyrg og sleppt því sem við að gera. Það getur bara stutt við það sem við erum að gera með almennilega góðri trúarbragðafræðslu eins og í mörgum skólum. En auðvitað best af öll að koma með í Suðurljósaskóla. En þetta ekki hægt að kúpla sig út frá ábyrgðinni. En sko, heimsmynd, worldview, kannski þetta smá orðhengilsháttur, en getur bók, þó sé bókin, verið með heimsmynd? Já, tvímælalaust finnst mér. Mér finnst ég viti hvert þú verður að fara og ég ætla að biðja mig ekki að sóa tíma okkar í það. En það hægt að filósófera, ef ég má sletta svona, alls konar svona hluti, en sko í raun og veru þá hefur allt ákveðna heimsmynd, sko. Já, líka hlutir sem sagt, ekki bara fólk. Já, jafnvel líka hlutir, sko, en þú hlustar á alþingismenn og sumt af því sem þeir segja, sko, manni finnst það alveg ótrúlegt að það skuli vera íslensk persóna með heila sem segir sumt af því sem kemur þaðan, en þeirra heimsmynd bara svo allt önnur en mín, þannig að fólk er með dálítið mismunandi heimsmyndir
og heimsmyndir þær geta ekki annað en birst í því sem við gerum, sem þá líka það að skrifa bækur. Skáldsögur, ljóð og allt þetta, heimsmyndin alltaf að koma í gegn og hvernig ég kem fram við fólk, heimsmyndin, þannig að þetta svo mikill kjarni í raun og veru, hver við erum og hvernig við erum og hvernig við komum fram við fólk. Já, ég meina ég algjörlega sammála en sko það sem kannski ég farið þá átt sem þú óttast en kannski ekki sko. Kannski ekki, nei, ég veit það. Sko, ég finnst bara svo stór munur á heimsmynd Móse og Abrahams og heimsmynd Elía og svo Jóhannesar skýrara og svo framvegis. Það svo margar heimsmyndir. Svo líka munur á heimsmynd þeirra sem lesa Biblíu. Svo kemur hver og einn og kemur með sinn stað. Einn kemur og segir, þú veist, ég trúi nú þessu ekki neitt, en ég ætla að gefa þessu séns. Svo kemur annar og segir, þetta Biblían frá ömmu minni og henni þótti svo vænt nálgun þeirra svo ólík. Það ekki séns að þessi tveir einstaklingar fái sömu heimsmynd eða fái sömu merkingu út úr bókinni, ekki satt? Það hlýtur að vera, fattiði, þannig að þessi sem nefnilega, sem gerir þetta svolítið flóknara. Ef þá ekki talað síu í raun og veru, eins og við erum öll með okkar eigin síu. Nákvæmlega, ég var einhvern tímann hérna með svona kassa, black box sko, svona kassa með einhverju dóti sem enginn vissi hvað var í sko, og þetta svolítið svona sem ímynd, þú veist, upplýsingar fara inn hérna og svo eitthvað sem gerist hérna og svo komur út og það sem kemur út af því drögum við okkar ályktanir og þannig inn eru hluti sem gætum verið meðvituð en líka hluti sem alls ekki meðvituð, kannski eitthvað sem gerist í æsku, ekki endilega vond, skilur líka gott, alls konar hlutir sem gerðust, sem jafnvel á meðan við vorum bara ómálgu börn, alls konar í uppvextinu sem við lærðum og allt og safnast þetta saman í eitthvað sem við kallum heimsmynd sem ég held að enginn í rauninni getur nákvæmlega skilgreind sko. Af hverju verðum við allt einu reið? Við heyrum eitthvað eða glöð. Það einhverju strengir inn í okkur sem fara að hljóma og við vitum ekki nákvæmlega af hverju. Það var svolítið merkilegt sem Einar var að segja áðan sem við notum svona allegóríuna settum við stjórnmálasviðið og þing og hann segir, þú veist, hvernig getur þessi þingmaður menntaður verið svona svakalega heimskur en þetta maður heimsmynd og heimsmyndir eins og ég sagði eru okkur ofsalega persónulegar og við höfum erfitt með að tala þetta hver man ekki eftir, þú veist, í fjölskylduboð á jólunum sem leysast upp við menn byrja að tala heimsmyndir í vitleysi sko, að við höfum og ég held að við séum komin svolítið langt sem samfélag yfir það að una ekki ólíkar heimsmyndir, ólíkar skoðanir, ólíkar staði á stjórnmálalegu litrófi og við höfum pólariserað, við séum meira því allt í kringum okkur, bæði í þú veist, þegar ég tala heimsmyndir þá ég bæði við stjórnmálaskoðanir og trúarskoðanir og svona og við áætlum alls konar hluti fólk. Ég áætla við notum merkimiða á fólk, þessi eða hinn frjálslyndur og þá hann svona eða hinsegin. Við notum það örugglega innan þessa litlu kirkju okkar hérna á Íslandi, að við segjum, þú veist, já þessi eða hinn, hann sækir kirkju í Reykjavík eða í Loftsdalum, þess vegna hann svona eða hinsegin. Og ég held að við gerum oflítið af því að fagna í því hvað við erum ólík og hvað við erum ólíkar heimsmyndir og læra að skilja og kynnast heimsmyndir hvers annars frekar að segja bara þá þetta heimskur. Og ég man eftir einni prediku sem ég heyrði eins og það var prestur að predika í þessu húsi og sýndi gamla ljósmyndir af sjálfum sér og varpaði þeirri spurningu til þeirra sem voru að hlusta. Hvað segir þessi ljósmynd einstaklingi sem þú séð á myndina? Hérna lítill strákur í svissneskri sveit við hliðina á dráttarvél. Hvaða ályktanir dregur þau? Það svipmynd, það augnabliksmynd og svo sýnda myndir að sjálfum. Þú manst eftir þessari predikunni, það ekki maður greið.
aðrar myndir og við dróðum mismunandi ályktanir. Og þegar ég var að undirbúa þennan lestur, ég var að lesa umfjöllun frá manni frá Walla Walla og hann var að tala þessa grósku heimsmynda sem var til á 18. og 19. öld, meðal annars heimspekingurinn Friedrich Nietzsche sem margir segja að sé höfundur níhilisma. En hafandi sagt þetta, Friedrich Nietzsche, saman sem merkir níhilismi, þá var hans heimsmynd og hans skoðanir og hans debatt í sjálfvæðsins var stöðulega að breytast alla ævina. Þannig að verðum við ekki að leyfa okkur sjálfum líka að fá að vera ekki einhver svona augnabliks svipmynd. Ég stend með einhverjum einum málstað og einni heimsmynd, algjörlega í blíðu og stríð, hvað sem tautar og raular. Ég er á einhverju farbraut, sýn mín breytist og ég er ekki áskrifandi af einhverju. Þetta er trúarlega ferðalag, sko, við erum alltaf að þróast áfram. En það er svo líflegar umræður hérna, ég þarf aðeins að fá skjótin. Hérna eru sem sagt Jóhann Þorvalds, Steinunn, Gulla, Erik, Fróði og þau eru öll að tala saman og svo eru líka að tala við ykkur. Og Steinunn segir við til þín intro, er það ekki frekar kirkjan sem er svona og svona því þessi einstaklingur er þar. Fróði var að tala hérna áðan, þetta bara, það kemur svo mikið hratt inn, ég næ ekki að hann var sérst að tala að menntunina og þessi óformlegu menntun og í raun og veru menntun kirkjunnar, þetta menntakerfi, Hvilftarskólinn sem að nær svo fer með okkur alveg upp allt lífið sem er ekkert endilega það sem heimilið er að gera en það sem að kirkjan er með svona ákveðið menntakerfi sem hún býður upp á. Svo það er alveg frábærar umræður frá þeim öllum og það er bara... Það verður líka gaman að skoða þetta eftir á, þetta verður... Gott grams. Hafnarfjarðarmegin er ekki nein umræða nema ég er búin að tala við sjálfa mig. Það er oft skemmtileg umræða. Já. Er þetta ósamála sjálfa? Þegar Þóra fer að rífast við sjálfa þessu, sko. Það gengur mjög vel þeim megin. En það eru þó einhverjir að horfa, sko, en fleiri drengir. Hvað segir þetta í eina, sko? Maður lendur oft í þessu að hlusta á einhverju að tala og þeir bara eru með einhver alltaf aðra sýn og maður hugsa með sér, ákveður ekki allir, klárir og ég sjálfur. Já, þetta er bara mannlegt, þetta er bara, hefur alltaf verið að við sjáum allt saman svo út frá okkar eigin sjónarhorni. En svo náttúrulega eru mörg okkar þroskuð að við skynjum og skiljum eins og umræðurnar hafa verið og viðurkennum að auðvitað megi fólk og sé eðlilegt að fólk hafi aðra sýn á hlutina. En svo þegar við drögum þetta yfir í geysilegar andstæður, bara grunn lífsviðhorf að þjóðir heims, vestræna þjóðir sem að leggja svo mikið upp úr til dæmis málfrelsi, þær finna sér knúna til þess að setja lög á málfrelsi, en þeir setja lög málfrelsi að það sé öllum opið, en það má ekki, til dæmis nýnasistar. Það er bara lokað á og þeir eru settir í fangilsi, jafnvel og svo framvegis og ég er ekki að mæla þeim bót. En ég er að segja sko að við erum öll þarna einhvers staðar á einhverju rófi. Allt frelsi er skilgreiningu. Getur ekki haft bara neitt frelsi, það verður að vera skilgreiningar. Og hugsið ykkur bara í stærri mynd aftur, bara lífssýnin, heimsmyndin sem skapaði kommunismann og allt það sem hann gerði, sko það illa sem hann gerði, nasismann og allt það illa sem hann gerði, einræðisherrana sem hafa verið síðustu 100 árin í heiminum og það er tugir, 100 milljónar sem að þeir bara hreinlega létu drepa eða stuðluðu að því að væru drepna beint og óbeint vegna þeirra eigin heimsmyndar. Svo heimsmynd getur verið alveg geysilega hættuleg í raun og veru samfélaginu
og einstaklingnum sjálfum auðvitað líka. Þetta mjög vandmeðfarið, þetta mjög viðkvæmt í rauninu. Þetta eins og hálfgert hlaup sem að maður verður að passa alveg rosalega vel, sko, því það svo auðvelt að fara út í öfgar. Ég hef fundið það með sjálfa mig. En það akkurat það sem að gerast núna, ef við erum búin að sjá myndina á Netflix, Social Dilemma. Það það sem að þetta samfélagskerfið sem við búum við núna að gera í okkur. Það espir upp okkar eigið, það alltaf styrkir bara okkar eigið. Þannig að ég ekki orðin svo mikið í samtali við Indra og hvað þá vinnans Indra sem í öðrum stjórnmálaflokki en ég eða hefur á einhvern hátt gefið út einhvers konar yfirlýsingu hans heimsmynd vegna þess að nú þjappum við orðið saman okkar eigið og það það sem að Facebook gerir. Það sendir mér alltaf bara greinar og auglýsingar það sem að algoritminn búin að reikna út og ég vil fá. Staðfesta þína eigin. Já, og þar með samtalið búið og í Bandaríkjunum auðvitað sjáum við þetta, það eru þessi tveir hópar og þeir eru búin að eigna sér hugmyndafræði. Þannig að ef þú ert öðrum megin, þá færðu allan hópinn, þá færðu allt sem í pokanum. Maður heyrir oftar en ekki sko, þessi stimpla. Sko. Ef þú hallast að einhverju skoðun, þá lítur þú að vera fasisti. Eða hallast að einhverju annar skoðun, já þú ert bara sósíalisti og ekkert annað og verður aldrei neitt annað aldur og eilífð. Þessi merkimiðar eru svo hættulegir og það bara vöntun að, þú veist, einhverju meðalhófi. Að þú leyfi sér og að ég leyfi ykkur að hafa ólíka skoðanir og að þið séu ekki einhvern veginn algjörlega út í aðri þegar það kemur í ljós að við höfum aðeins ólíka sýn á þetta. En það það sem við erum að gera núna, við erum að espa okkur sjálf, Steinunn að segja, það þessi heimsmyndum ég fyrst. Hún einhvern veginn orðin svo ríkjandi. Já, og það sem Steinunn þú veist, næsta að segja að þessi umræða okkar, við erum að tala svolítið stjórnmálu þetta, því að heimsmyndir mynda stjórnmálaskoðanir líka, en þetta skiptir, við þurfum miklu meiri tíma. Þetta svo relevant fyrir... Þú þarf meiri tíma. Já, þetta svo relevant fyrir okkur. Þetta hefur einhverja tengingu við okkar umræðu í dag sem sjöundas aðventista vegna þess að okkar heimsmynd, eða ekki rétt, hún byggir svolítið á þessari hugmynd að það erum við og það eru þau. Já, það bara það sem ég ætla að koma inn á akkurat núna. Það bara í þessari einu leksu, þessari viku ég búinn að telja 5 uppsetningar við og þeir. Við trúum á 6 daga sköpunin. Vísindin eru vond, þau gera það ekki. Og það nánast á hverju einustu blaðsíðu finnum eitthvað svona, nákvæmlega þetta. Svona, sem sagt, við þurfum að raða okkur saman á móti hinum. Alarm, þetta enska orð, það kemur úr ítölsku, alarmi, og hvað þýðir það? Til vopna. Sem sagt, förum til vopna, armsarmi, alarmi. Þetta þýðir við þurfum að brynja okkur gegn hinum, þeim, við. Við getum að lesa, það eru það eru mjög góð dæmi sem sýna það, til dæmis heimspekingar á móti trúuðum og svona, það kemur alveg, þannig að leksjan segir okkur við þurfum að gera þetta, sem við vorum núna að tala ekki gera. Ups. Já, ég held að svara sér bæði já og nei. Ég meina það fyrir eftir hvað það sem þú ert að eiga við, sko. Eigum við að brynja okkur gagnvart til dæmis nýnasisma? Megum við hugsa við og þeir þá? Nei, akkurat. Megum við ekki hugsa við og þeir? Sko, þú veist, það gefur auga leið. Málið, svarið þetta sem ég búinn að svara, kannski svara, tillaga af svari. Þetta, við búin að upplifa þetta sem í samband við nemendur sem sína hegðunar erfiðleika, sem eiga í hegðunar erfiðleikum í skóla. Það semst þannig að hefðbundnar aðferðir í samband við þetta þessi. Það plan A, það að ég fæ mínum vilja framgengt gagnvart barninu og plan C að barnið fær sínum vilja framgengt. Allt í lagi. Ef að barnið fær plan C í gegn, þá tapar ég. Ef ég fær plan A í gegn, þá tapar barnið.
en það til plan B. Nánast alltaf. Nákvæmlega. Og spurningin núna myndu sumir segja, en Guð ekki plan B manneskja. Ef þú fer í málamiðlanir, þá ferðu ekki eftir Guði, vegna þess að Guð veit nákvæmlega hvað hann vill, og ef þú fer ekki eftir sem hann segir, þá honum að mæta. Það satt eða ekki satt? Hvað finnst ykkur? Guð plan A eða hann plan B? Við vitum að það komið með svar. Hugsum til dæmis Abraham tala við Guð örlög Sódómu. Það plan A, plan B eða plan C? Ef þú lest minnisleysið aftur, þá kemur það að bæði verið góðum og... Akkurat, takk fyrir það. Það var akkurat, það stakk mig nákvæmlega. Það plan B. Ekki bara yfir góðum. Ef við tölum til dæmis það sem þetta hræðilega slys sem gerðist í sköpunin, í aldringarðinum. Sko, Guð búinn að byggja allt í haginn og hvað gera fyrirgefið hálfvitarnir? Maðurinn og konan í staðinn fyrir að gera þetta rétt, hvað gera þau? Þú veist, hvað hefði plan A Guð gert? Hann hefði bara byrja upp á nýtt, bara niður í ruslið, byrja bara aftur. Eða Móse sem búinn að brjóta töflurnar og fer svo upp á fjallið og segir, Guð, ég krassaði draslið þitt, sko. Veist, ég vissi enga virðingu. Hvað segir Guð? Ger bara nýtt. Sjáðu plan B. Já, og það áberandi í dag með plan A og C, en það eitthvað B á milli og það eru náttúrulega kosningarnar í Bandaríkjunum. Það sem að fólk bara í raun og í tveimur hópum, algjörlega, og þeir róttæku í báðum hópunum, að þeir í raun og veru gera sér eða manninum ekki mikinn greiða með því hvernig þeir líta á alla í hinum hópnum. Og gerir sér ekki grein fyrir því að það róf í báðum hópum og það jafnvel svona millifærsla og svo framvegis. Þess vegna ég alveg sammála þér að það sem þú ert að reyna að segja í sambandi við að það séu fleiri heldur en bara 2 möguleikar og kannski miklu fleiri en 2 oft á tíðum. En já, ég held að þú hefur loksins sagt eitthvað þarna viti. En sjáðu Einar, þú nefndir kommunisma sem dæmi hvað hlutinni sem fóru virkilega rangt, en þannig að þið vitið það sögum ykkar uppáhaldsversi mitt þarna þeir verið að segja fyrsta söfnuðin í Póstulanna sögu 2. kafli. Hvað stendur það? Óttasetti að hverju manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur póstulanna. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt, menn seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver átti þörf á. Þetta ekki kommunismi? Já, þeir segja það að þetta eitt þáttur kannski þar af. Menn hugmyndafræði. Já, hluti hugmyndafræðilega þarna. Já, og svo kemur kannski einhver hugsuður á 19. öld sem kemur eitthvað svona fram og svo gerist einhver bylting og svo koma börnin éta byltinguna. Þannig að í raun og veru eru þá afkomendur byltingarinnar sem gera úr því eitthvað hræðilegt. Það sama gerist í frönsku byltingunni, það gerist í kommunistíska byltingu og svo framins að í rauninni ef hugsuðurinn eins og margt annað með í samsam með Ellen White með Martin Luther og svo, ég meina Melanchthon sem tók við að Luther sem gerði marga hluti hræðilega sem í algjöru mótsögn við enda sagði einhver sakfyrsk kona einhver tíman þegar hún var á safnarstjórnarfundi þar sem eitthvað á safnarnefndarfundi þar sem að eitthvað var ákveðið sem að henni mislíkaði stórum, þá sagði hún ef að Martin Luther væri ennþá á lífi þá myndur snúið sér í gröfinni. Já. Það er svo mikið fyrir Luther og mótmælarnir þessi hugmyndum samviskufrelsi einstaklingsins. Var ekki Svisslendingur sem var fyrsti mótmælandi sem var drepinn af trúarástæðum af öðrum mótmælendum.
drengt, þeir ákveða fyrst hann vill fullorðinsskírn, það skulle gefa honum þessa 3. skírn. Algjöra skírn niður í Gregdómi, sko. Þannig að það var ekki langt liðið, sko, frá því að Lúther tók stöðuna með skjalið sitt, að þeir voru byrjaðir að taka lífi, myrða sín eigin vegna þess að það var skoðanamunur innan hópsins. Já, það slæri einhvern veginn í heimsmyndina. Það einhvern veginn, af því að ekki allir koma, þú getur ekki yfirfært þína heimsmynd á aðra, þó hún sé eins falleg, eins að allir koma með eitthvað, með hefnigirni, með einhvers konar kannski öfga eða eitthvað annað inni og taka við einhvern veginn, af því kannski er 100 á liðin og einhver vill halda uppi merki einhverju hugmyndafræði sem hann í rauninni skilur ekki alveg. En telur sig skilja náttúrulega svo sem alveg. En ég hef, og svo ekki beinu framhaldi þarna, en svona bara annað atriði hérna, hvaða bara geysilega magnað að reyna að gera, hvað mikið þörf á því að reyna að gera okkur fyrir því að í raun og allt sem við erum og gerum og segjum að það byggist á grunn heimsmynd sem við höfum. Steinunn að tala um þessar 3 heimsmyndir sem að henni finnst vera annarkvort að reglurnar gilda eða heimsmyndin mín þannig að aðrir koma fyrst eða heimsmyndin mín þannig að ég kem fyrst. Og það sé árekstrar á milli þessara 3 sífellt, maður þurfa að velja þetta. Og það er svolítið skemmtilegt. Ef við skildum alveg rétt hjá. Já, og það er svolítið skemmtilegt mér datt bara í hug áðan þegar við byrjuðum það sem að hann Árni Bergmann sem að var náttúrulega mjög vístilsinnaður og kannski ennþá og allt það, og ritstjóri Þjóðviljans og svona, að þegar hann sagði frá því annaðhvort í bók eða opinberlega, ég man það ekki, ég heyrði hann eða las það sem að hann segir að hann hafi verið þarna í námi í Rússlandi og svo hrynur kommunisminn og þá kemur í ljós að þeir prófessorar 2 eða 3 sem að honum fannst hafa eitthvað sem að var ekki hægt að setja puttana á neitt, en það var eitthvað við framsetningu, hegðun eða viðhorf eða innsæi eða eitthvað sem að gerði það verka með honum fannst þetta að vera bestu prófessorarnir sínir. Svo þegar kommunismin hrynur þá fréttir hann af því þetta voru laumu kristnir. Þeir voru kristnir en þeir hegðuðu sér eins og kommunistar og kendu eins og kommunistar. Þeir urðu að gera það, annars náttúrulega var engin minna bara. Og þetta, hann sagði, þetta kom sér svo á óvart en kom sér svo ekki á óvart eftir á og allt í einu þá bara segir Árni auðvitað, það er það sem að var þarna að trufla. Svona hárfínir þræðir sem að komu vegna þess að það var grunn heimsýn sem að gerði eitthvað gott í þessum samhengi allavega við þessa menn sem skilaði sér, sem kom í gegn og þetta er svo mikilvægt að bæði fyrir börnin okkar og okkur sjálf að heimsýnin og heimsmyndin okkar sé þannig að hún sé bætandi, hún geri öðrum gott. Erik segir hérna í Póstalagsögunni 2 sé að finna í raun og veru einhvers konar sósíalisma sem að tekur inn tilvist Guðs sem þá þar með ólíkur sósíalisma. Algjörlega, það er alveg rétt, takk fyrir þetta Einar, þetta er virkilega flott, ég velti því fyrir mér þegar ég er að kenna algebru. Hvernig get ég, því hér sem sagt að, ekki beint, en svona það gefið í skyn að, 6 daga sköpunin sé mjög mikilvæg að kenna. Og sé mjög mikilvæg að halda á lofti. Nú kenni ég algebra í 8. og 9. bekk og svona velta fyrir mig hvernig get ég komið því að í algebru að það sé 6 daga sköpun og ég fann eiginlega ekki alveg leiðina ennþá.
Talaðu mig á eftir. Já, ég veit en ef ég víkka þetta umboð, þú veist, sem það nokkur atriði sem talað þetta eru kannski það heila 10 mínútur í kennslu í heilu 10 árum skólagöngu og allt inn á milli eru allt aðri hluti sem að kenna. Og þar eru þessi hluti sem þú ert að minnast á með Árna, sem skipta máli í trúi ég. Já. Sem sko, þú veist, önnur ferningsreglan eða eitthvað skiptir einhver máli. Þú kennir það og hvernig kennir kristinn kennari þetta, skilur? Já. Það er engin munur á því sinum í öðru. Já, nákvæmlega. En svo náttúrulega bara kennsla inn í kennslu, hún náttúrulega alltaf eitthvað annað líka. Það alltaf þessi samskipti og svo stundum farið út víðan völl, sko, bara algjörlega út fyrir. Já, þú ert frægur fyrir það. Og þá kemur svo margt í ljós. Það sem við til dæmis í Suðurlíaskóla gerum þegar verið að kenna eftir menntunarfræði adventista, að þar sem að munurinn sem þú myndir alveg geta séð að þú tekur náttúruna miklu meira inn. Af því að Ellen White og aðventmenntun gengur mikið út á náttúrunni. Þá í stærðfræði, til dæmis í 4. bekk, fórum við Steinunn út og við settum niður kartöflur og vorum þar með að tala náttúrulega margföldun við börnin. Það alltaf hægt að með einhverjum ráðum, ef þú ert það sem þú ert og ef hjartað þar, þá eins og þú sagðir áðan með þinn kennara, þá smýgur þetta í gegn. Og það fór ekkert fram hjá börnunum hver ég væri og fyrir hvað mitt líf stæði, mín tilvist, hún kemur í gegn, mín heimsmynd kemur í gegn. Það ekki þar með sagt að ég sé að leggja niður eða sleppa aðalnámskrá grunnskóla. En til dæmis þegar ég svo að kenna í Sandgerðisskóla, þar ég að kenna samfélagsfræði og þá kannski vegna minna guðfræðimenntunar og reynslu, þá las ég samfélagsfræði aðalnámskrána og pikkaði sjálfsögðu upp. Það bara biblían hér og biblían þar og kristinfræði hér og þar og ég nýtti mér þetta að sjálfsögðu í samræmi við aðalnámskrána. Kennari sem ekki hefði mína heimsmynd hefði getað tekið allt fiskvinnslufyrirtæki og náttúru Íslands og eitthvað allt annað vegna þess að samfélagsfræði núna á svona risa pottur þar sem búið að blanda öllu inn sem ekki hefur verið pláss fyrir í stundaskránni. Þannig að heimsmyndin kemur í gegn í samskiptum út í bónus hvar sem Þetta bara stórkostlega skemmtileg umræða og ég held að þetta alveg efni í heilan ásjóðung, mínum mati. Það heimsmyndir, en ég veit ekki hvað þú sért sammála mér, Manfreður, en mér finnst oft þegar ég að leiða svona leksjuumræður að mér finnst voðalega gott að fá í síðustu 2-3 mínútur þess að nýta endahnút og súma. Þetta sammála mér? Það er alveg gott. Ég skal reyna. Ég held að hann hafi verið að biðja að fá að gera það. Já, við þurfum að... Manfreður langar að benda þess á að það tekið úr Jóbsbók, og vers 7, að þið vorum að tala náttúruna. En spyr þú skepnurnar og þær munu kenna þér, fugla loftsins og þeir munu fræða þig, eða villidýrin og þau munu kenna þér og fiskar hafsins munu kunngjörða þér. Hver þeirra veit ekki að hönd Drottins sem björn. Ef ég hugsa Níls, hundin okkar, sem kendi mér fyrirgefningu með einhverjum hætti sem ég get bara ekki skilið. Ég vanrækti hann og eitthvað, svo kemur hann bara eitt og komin, blessað og gaman, veist. Þá það flott. Ef ég hugsa minkinn sem kom í heimsókn í hænsnakofanum sunnudaginn, þá einhvern veginn, skilur, þetta bara eins og gengur og gerist, þannig að, heimsmyndir. Sem sagt, mér finnst eitt af þessum mikilvægustu verkefni okkar að reyna einhvern veginn, ef við gætum hugsa okkur, af hverju hugsum við eins og við hugsum? Af hverju erum við stundum svona ofboðslega reið? Af hverju erum við glöð? Hvað gerist? Hvaðan koma þessar tilfinningar? Ég ekki að tala sálfræði neitt svona, ég bara að tala að við reynum einhvern veginn að fylgjast með okkur eins og við værum fyrir utan okkur.
og það gefur okkur vísbendingar hver okkar heimsmynd Ég held að takast á við okkar eigin heimsmynd hjálpi okkur að fá auðmýkt, skilja að stundum erum við ekki að leyfa góðum hlutum, Guði, að stjórna okkur vegna þess að heimsmyndin þvælist fyrir okkur. Og það eru fullt af ástæðum fyrir því, góðum ástæðum, óvondum náttúrulega líka, en við getum ekki nálgast þetta nema við séum að skoða okkur sjálf ábyrg og kritísk, finnst mér. Það eiginlega það sem ég fannst ég lesa úr leksinu. Veit ekki. Takk fyrir kærlega. Takk.
Aftur vil ég bjóða ykkur hjartalega velkomin, þið sem fylgdu með okkur í Hvíldardalsskóla-lektíunni og við erum svo glöð að vita af ykkur þarna og ég veit að þetta fer til Spánar og þetta fer til Svíþjóð, það Danmörk, kannski mikið víðar heldur en við bara vitum. Mikið væri nú gaman jafnvel að fá fréttir af ykkur hvar þið eruð að hlusta og hvar þið eru stödd í heiminum. Og svo þetta fullt af fólki sem fylgir okkur hér á landi og við erum þakklátt fyrir það. Ég ætla að lesa sem kall til tilbeiðslu Sálminn númer 119, vers 33-35. Kenn mér Drottinn veg laga þinna og ég mun fylgja honum allt til enda. Veit mér skilning til að halda lögmál þitt og varðveita það af öllu hjarta, leið mig götu boða þinna, af henni hef ég yndi. Ástríki Faðir á himnum, við byggjum þig að þú blessir okkur hvert og eitt. Þá sem eru hér inni og þá sem eru að hlusta og horfa á. Snertu okkur til þess að láta það sem við gerum og segjum og hugsum núna á þessari stundu verða til þess að efla okkur í því sem gott og rétt og til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Ég valdi sálma í dag sem að svona eiginlega segja okkur það hversu mikil blessun Guðs og við þurfum ekki að óttast þó við séum að ganga í gegnum hremmingar, þá vitum við að Guð gengur með okkur og við erum þakklátt fyrir það og við skulum muna eftir því að biðja fyrir öðrum og sannarlega reyna að mynda samfélag á Íslandi sem að snýr sér til Guðs og þakkar fyrir það sem hann hefur gert. Finnum sálminn númer 186, blessunardaggir.
just wanted to say that if you're English speaking and you've tuned in, that the sermon will be translated and the children's story as well will be translated. So probably you've already been to the English speaking Sabbath school class on Zoom and are tuning now into the service, and this is an international service, so we will be translating into English for you, even though the hymns and something else is scripture reading and others is in Icelandics. But we'll be trying our best to translate as well. Gjafirnar okkar í dag fara til safnaðarsjóðs og við munum taka það upp hérna frammi, það er ekki bókið hérna frammi eða eitthvað, held það. Já. Sko, ég get alveg sagt okkur það að mér finnst svo yndislegir þessi textar í þessum sálmum og mér langar til þess að við syngjum núna sálmin númer 408, Óttast ekki ég and þér.
Ritningatextinn sem Einar hefur valið sér tekið frá Filippíbréfinu 4. kafla og 4. til 9. vers. Verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glöð, ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Skulum biðja saman. Já, kærleiksríki Faðir, þú veist að við erum svo oft brotagjörn þó að viljir sé kannski til annars. Hjálpa þú okkur til þess að hugsanir okkar beinist í þann farveg sem þú hefur kennt okkur. Hjálpa okkur til þess að freistast ekki til þess að ganga af þínum vegi einhver hluta vegna. Haltu fast utan okkur og leitt okkur áfram. Hjálpa okkur til þess að orð þín séu okkur vegvísir í lífi okkar og viltu áminna okkur þegar við förum út af þeirri braut. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna samstöðu, sýna kærleika, sýna þakklæti. Já, Drottinn, að þú megir búa í lífi okkar og vera okkur stoð og styrkur. Við felum allt í hendur þínar í Jesú nafni. Amen. Þá fer fram bænastund og það Einar Valgeir sem byrjar. Já, ástríki Faðir, við stöldrum aðeins við til þess að beina huga til þín og okkar sjálfra líka. Hugsa bara tilveruna. Hugsa það sem í gangi. Það sem í gangi hjá hverju og einu okkar og það sem í gangi hjá fjölskyldum okkar og samfélaginu í heild. Og Faðir, við biðjum þig að þú mótir þannig viðhorf okkar og gjörðir til þess að allt þetta sem í gangi hvetji okkur til þess að vera til gagns og blessunar. Kannski einum hér og einum þar, eða hópum, en hjálpaðu okkur, Drottinn, til þess að muna það ávallt að þú skapaðir okkur til þess að vera verkfæri í þinni hendi, til að blessa aðra. Snertu hvert og eitt okkar og hjálpaðu okkur að ganga veginn í dag og áfram með blessun í hendi handa þeim sem við mætum. Amen. Já, Drottinn minn, þegar við komum fram fyrir þig núna, þá þyrlast upp svo mörg bænarefni. Við vitum að það þreyta í samfélaginu. Úthaldið sem við vorum með fyrr í vor, sem finnst að vera búið, en núna þurfum við að endurnýja kraftinn. Við þurfum að geta staðið saman, bæði við sem erum svona á hliðarlínunni og eins þau sem eru í heilbrigðiskerfinu, lögreglunni,
stjórnmálafólkið okkar. Það svo margir sem í framvarðasveitum sem að það hvílir svo mikið á þeim núna og búið að gera svo lengi. Við vitum að það fyrir þinn kraft sem að þau geta fengið endurnýjun og þau geta verið frísk og þau geta verið með skýran huga og þau geta leita til þín og þú munt leiðbeina. Við biðjum fyrir heimilónum líka, þar sem að atvinnuleysi eða atvinnuóöryggi er núna sérstaklega óþægilegt þegar við sjáum fram á veturinn og jólin. Við vitum þó að þú getur verið inn í öllum aðstæðum, jafnvel hræðilegum aðstæðum, erfiðum. Margir hafa mist fólkið sitt í veikindi eða jafnvel í dauðan. Við biðjum þig að vera með þeim og gefa blessun inn í allt. Sérstaka bæn vil ég leggja fram fyrir eldri borgara, eldra fólkið okkar sem hafa verið eiginlega svona þögulu fórnarlömbin vegna þess að það sem þeim þykir vænstum að fá heimsóknir og fá að hitta fólkið sitt og knúsast og snertast, og þetta hefur allt saman verið lagt á hliðina, allt félagsstarf, allt félagslíf, heimsóknir, fjölskyldu, samskipti, þetta allt saman á hliðinu núna og verður áfram í vetur. Það mjög erfitt hjá mörgum, svo ég bið þig sérstaklega að líta til. Ég veit að þér þykir sérstaklega vænt gamla fólkið, það uppáhaldsfólkið þitt. Svo ég þakka þér fyrir að þú lítur til með þeim og gefur þeim huggun og nánd og snertingu þegar við hin ástvinirnir verðum að vera fjarri. Í Jesú nafni, amen. Drottinn Guð, mér langar sérstaklega að biðja fyrir fjölskyldum í þessu landi en út allt. Þessar hræðilegu fréttir þar sem við heyrum að í mörgum fjölskyldum eru hlutinir ekki góðar. Álagið, óvissan, líka þessi langa samvera sem ætti að vera fagnaðarefni en greinilega mörgum erfið. Ég kann engin orð til þess að segja, engin snilldarorð. Þess vegna tek ég þig á orðinu, Drottinn, og þú hefur lofað okkur að við þurfum ekki einu sinni að tala. Þú þekkir okkar bænir og þú veist hvað við þurfum. Þannig þeim anda legg ég þessar fjölskyldur og okkur öll í þínar hendur, að þinn friður mætti ríkja, mætti stjórna, mætti blessa fólk sem virðist vera fast í einhverjum hjólförum tilfinningar, vondra tilfinningar, að þú ert með leið út, hana er að finna hjá þér, og gefðu fólkinu þennan möguleika að sjá þig og fylgja þér. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Ég sé að klukkan er orðin svolítið margt, svo við kannski bíðum með þennan sálm og eigum að bara inni til góða. Af því að þegar ræðan verður eftir þá þarf að þýða hana og þetta tekur aðeins lengri tíma. Svo ég ætla að bjóða Einari að koma hér og taka niður í barnastundina. Gott að vera bara hér, eða ekki? Já. Jæja, krakkar. Komið öll sæl. Og vonandi hafið það sem allra best. Ég ákvað að gera eitthvað núna meira heldur en bara að tala.
og þó ég get ekki annað en tala líka leið. En ég ætla að sýna ykkur nokkra hluti. So, this is Einar. He will be doing the children's story today. He greets you with a happy Sabbath greeting, and he's explaining that he's going to not only talk, but he's also going to use some tools and show you some interesting items. Málið að það vers í Biblíunni sem að kveikti þessa hugmynd hjá mér, en mig langar til þess að sýna ykkur fyrst hérna og þið vonandi sjáu þetta nógu vel svona. Þið viti hvað þetta það ekki? There was a special Bible verse that kind of ignited this story that he's wondering about today. So, but first he's going to show you this. Do you know what this is? Þetta málband. Málband. Tape measurer. Já. Og það gert og framleitt til þess að mæla, en það heitir að málband. This is to measure something. Málband. Og við notum það til þess. Ég get reynt að nota það til þess að pakka inn jólagjöfum. He could try to wrap some presents. En það myndi ekki virka nógu vel. That's not going to work. Svo ég hérna með annað. Þetta bara byssa, en ekki hættuleg. This is a gun, but it's not a dangerous one. Þetta svona hefti byssa sem við köllum. It's a staple gun. Og það kemur út úr henni svona bogið járn sem að festir pappíra á veggi og svoleiðis. You can use it to, if you want to put some paper up on the wall, for example, then a small piece of metal would come and make it stick to the wall. En það væri ekki gott að hræra í kökudegi með þessari byssu. But you cannot, for example, use this to stir your cookie dough if you're going to be baking. Allt þetta til þess að skjóta hefti. All of this, what this instrument is for, is to shoot the staple into the wall. That's it. Já, þetta var ekki, ég meiti mig, þetta svolítið leið. Já, ég reknaði með því að bara taka Þú hefur svona hugsað gott á þig, já. En svo ég hérna með eitthvað sem heitir sög. Þessi orðin svolítið gömul. So he's showing something, a really old tool, it's a saw. Og hún orðin það gömul að það ekki hægt að foreldrar þið útskýra þetta, saga til næsta bæjar. So you can't really use this properly. It's what happens when things get too old. Það bara 2 verkfæri viðbót. Hérna eitt. Hvað haldið að þetta sé? What do you wonder? What is this? Nei, þetta ekki tannþráðabursti svona sko, og þetta ekki fyrir COVID-prufanir. It's not to cleanse your teeth and it's not to do the COVID testing. Þetta til þess að hreinsa bak við ofna. To clean behind the radiator. Og fara inn í kóventorana sem þeir heita hérna, í bilinn sem á milli aftan á ofninum. So you would stick it behind the radiator to clean from behind. En þetta myndi ekki nýtast í eiginlega neitt annað. You can hardly use this for anything else. Svo ætlaði ég að koma með enn stærra verkfæri, en bíllinn minn, hann ræður ekki alveg við það, en ég kem bara með þetta hérna í staðinn. He was planning to bring something even bigger, but because his car couldn't really carry the big items, so he brought this instead. Sum ykkar viti hvað þetta heitir. Some know what this is. Þetta heitir kúbein. Crowbar. Já, crowbar, já, á enskunni. Af hverju kúbein? Þetta ekki bein úr belju, en kallað kúbein. En til hvers þetta? So what? This is the name of the item, but what would we use it for? Jú, þessi hluti hérna, hann til þess að draga upp nagla, mjög fasta og stóra nagla sem í timbri, og þá hefurðu, þetta miklu sterkar en hamar, sko, til þess að draga upp nagla. So you can use this end of it to release if there are some big nails in the timber, then it's much stronger than just to use the end of your hammer. And the other end is... Og þetta hérna svona til þess að ýta undir eitthvað og lyfta því upp, hvort sem að það kannski smá steinar
timbur sem fast nert, svona to pry things up. Já, þú ert búin að segja þetta. Já. Og þetta verkfæri mjög gagnlegt þegar þú ert að vinna út í sveit eða við að byggja hús eða eitthvað svoleiðis lagað. Very useful if you're working out in the countryside or you're building a house or something. Og það mjótt hérna megin. So it's narrow on one end. Og mjótt hérna, meira að segja tvímjótt hérna. And this end also. Ég myndi aldrei nota þetta til þess að stanga úr tannunum. You would never ever use this for a toothpick. Aldrei. Never. Þetta verkfæri hannað til þess að gera eitthvað ákveðið. This instrument is designed to do something specific. Og í Biblíunni þá erum við með vers. In the Bible we have a verse sem að segir that says að við séum sköpuð. We are created. Þá eins og að einhver búi til verkfæri. Guð hefur búið til verkfæri, Guð hefur búið til mig. Til hvers? Það stendur. It's like God has designed us or made Einar for a specific or something that says in the Bible. Til góðra verka. For good deeds. Hugsið aðeins það. Think about that a minute. Páll postuli sem skrifaði mörg bréf í Nýja testamentinu. Paul, who wrote a lot of the letters in the New Testament. Hann segir svo oft margt sem alveg geysilega einfalt. Sometimes he says something that is really so simple. En samt mjög djúpt eins og við segjum, mjög merkilegt. Kind of interesting or deep. Og þetta finnst mér vera alveg stórmerkilegt. Við, þið, við öll. So us and you, all of us. Við erum sköpuð til góðra verka. To do good deeds. Munum það. Takk fyrir. Let's remember that. Thank you. Það bara byrja hólleri í. Það taka þetta mjög. Og aftur, komið þið sæl. So again, hello. Hvað það sem að skiptir virkilega máli í því sem við erum og gerum? What is it that is really important in what we are and what we do? Hver kjarninn? What is the essence? Ef ég fyrir í skóla, þá það til þess að læra. If I go to school, then it's to study. Ef ég stunda íþróttir, if I go and do sports, þá það til þess að skemmta mér eða til þess að byggja mig upp. It's to have fun and get stronger. Ef ég fyrir gönguferð, if I go for a walk, þá það svona sama, bara skemmtun eða uppbygging. Then that's similar, it's entertainment and upbuilding. Þegar ég borða mat, when I eat food, þá það til þess að nærast, then it's for nourishment, en líka til að njóta. And also for pleasure. Þegar ég fer í kirkju, when I go to church, þá það til þess að fá andlega næringu. Then that's for spiritual nourishment. Samfélag, vera með fólki. Community with people. Og til að byggja mig og aðra upp. And to build me and others up. En svo svo margt af þessu ekki hægt að gera í dag svo auðveldlega. But a lot of this we cannot really do easily now. Ástandið í COVID. Because of the situation with COVID. Og þá höfum við, kannski án þess að hugsa út í það, við höfum spurt, hvað skiptir máli? So maybe we have even, without perhaps planning to, but we have wondered, what is it that is really important? Því það nefnilega þannig, alls staðar þar sem við erum og sama hversu gömul við erum,
Because no matter who we are and how old we are, þá einhver kjarni, eitthvað eitt sem skiptir máli. there is some one essence that is important. Ef þú spilar til dæmis knattspyrnu If you play football og liðið fer út á völlinn, and a team goes out to the field, þá það bara eitt sem í raun og veru aðalatriðið. there is only one core important item that matters. Bara skora hinum megin, sko, ekki hjá Just go hinum megin. and score Bara some skora. goals on the other side. That is the important thing. Go on. Allur leikurinn, Yeah, the whole game is about that. 22 leikmenn, 22 players, 90 mínútur ef við fullorðin, 90 minutes if we're grown-ups. markmiðið eitt. There is one goal. Yes, one To goal, make eitt goal. markmið. Við miðuð á markið og það að skora. So that's what we want to do. That's the plan. That's the aim. Ég hef uppörvað sjálfa mig svolítið nýlega I've been encouraging myself recently með því að horfa á flugslysamyndir. by looking at airplane crash documentaries. Það að segja, já, thank you, documentary, sem sagt fræðslumyndir flugslys. Og það hefur komið fram oftar en einu sinni þegar menn að rannsaka flugslys. And it's something that comes up again and again when they're investigating plane crash. Að þá hafa sérfræðingar sagt, Specialists say í raun og veru það eitt sem að flugmaðurinn á að gera, there's one thing that a pilot should do það að fljúga vélinni. to fly the plane. Og þetta, já, auðvitað, en þetta ekki svo sjálfsagt, því að flugmenn, vanir, hámenntaðir flugmenn, Experienced, highly trained pilots, þeir hafa klikkað á þessu eins og við segjum. they have sometimes really not done this, really. Einn flugstjóri, mjög reyndur, One pilot, captain, who had a great big experience, hann fór með vélina niður he took the plane down, og mjög margir dóu and very many perished vegna þess að hann algjörlega festist í einu atriði. because he completely got stuck on this one item. Það var biluð pínulítil pera hinum megin í stjórnborðinu. There was a small light bulb that had broken on the other side of the panel. Og hann komst ekki út úr því að hann varð að laga þessa peru And he was just so obsessed with fixing this one light bulb. og þetta var nú pera sem að sýndi að hjólin að framan væri komin niður og vélin tilbúin að lenda. It was the light that indicated that the tires of the plane were already down, they had descended, so that the plane was ready to land. En hann var svo mikið á kafi í þessu með peruna He was so occupied with just focusing on this one thing with the bulb, og hann var að snúa hinum tveimur flugmönnunum í kringum þetta allt saman. so he had already somehow gotten the other two pilots involved in only this item. Að vélin smám saman, hún var að lækka flugið, So enginn tók eftir því. gradually the plane was descending, but no one noticed. Og loksins lenti hún, And in the end it landed, en á röngum stað. but in the wrong place. Flugmaðurinn á að sjá eða flugstjórinn á að sjá eitt, það það að fljúga vélin. The captain should only do one thing, and that's to fly the plane. Og þetta allt saman til þess að segja eitt við okkur And og all við of this is just kind of to make this one point to us. staldra við og hugsa, hver kjarnin, hvað skiptir mestu máli? Stop for a while and wonder about what is the core, what is that is important. Margir hafa þurft að gera þetta núna á þess að hugsa þetta í þessu samhengi sem ég með núna. Many have had to now stop and wonder about this without having this big context like we had in the story. Það svo mikilvægt að skynja hvað skiptir máli.
It's so important to really to realize what is it that is really important. Og þegar við gerum það, sérstaklega í svona ástandi, And when we do that, especially in the situation that we're in now, þá þurfum við að skapa okkur svona innri heim, má segja. and we need to kind of create like an inner world for us Og gera svona ramma utanum líf okkar. and frame our lives. Og hrærast svo skynsamlega innan þessa ramma. And then we need to somehow be moving around within those new boundaries that we've made. Og það hafa margir gert þetta mjög vel. And many have done this now very well. Margt gamalt fólk hefur gert þetta mjög, mjög vel. Especially many of the elderlies have done this now very well. Og þið sem að hlustið á þetta, mörg ykkar hafi gert þetta mjög vel. And many of those that are listening, you've done this very well. Heyrðuð þið í fréttunum hann Gunnar, hann 97 ára. Did you hear in the news about this fellow named Gunnar who is 97 years old? Og hvað gerir hann inn í sínum ramma núna þegar allt lokað? And what is he doing within his boundaries now that everything is closed? Kúrekadans. He's doing line dancing. 97 ára, kúrekadans. 97 years old. Glæsilegt. Well done. Nú ég hef ekki bara áhuga á stórflugslysum, heldur líka stórsjóslysum. He's not only interested in big plane crashes, but also big accidents at sea. Það vill svo til að sjórinn skiptir mig miklu máli. It just so happens that the sea is really important to me. Enda hef ég skilað kannski 3000 máltíðum í sjóinn. Yeah, he has. I've returned like 3,000 meals into the sea, Yeah. so I kind of feel for the sea. En hérna, ég að lesa núna bók sem að fjallar halaveðrið, sem 1925. So he's reading a book now about, there was this big weather in 1925 called Halaveðrið. Tveir íslenskir togarar fórust. 2 Icelandic fishing ships perished. Allavega einn bátur til viðbótar. And 1 more boat. Og togarar sem komu að landi. And the big torer trolley. Það hluta af brúnni. They were standing in the bridge or the left of it with a broken glass and Og bara á klaka. Stóðu og það fraus allt inn í stýrishúsinu. because everything froze immediately, so they were just standing on frozen ice. Hvað skipti máli þá? What was really important then? Ekki steikin. Ekki. Steikin, the steak. Not the steak. Þetta var helgi, þetta var laugardag og sunnudag. It was over a weekend, so it was a Saturday and a Sunday. Oft reynt að hafa góðan mat. And usually you would, get something nicer to eat. En nú var eitthvað allt annað. Það var búið að breyta rammanum algjörlega. But this weekend it was a completely changed situation. The frame was completely different. Hann var orðið miklu minni. It was much smaller. Og það var margt ógnvekandi. There was a lot of things that were scary. Og þeir urðu að gera eitthvað ákveðið. And they had to do something specific. Og þeir gerðu það. And Alveg they did. ótrúlegt að svona margir skildu komast í land. It's absolutely amazing that so many managed to come ashore. Og þetta svolítið málið í raun og veru, þó að sé ekkert COVID, þá þetta málið. And this is the thing, COVID or not, this is the thing. Bara í lífinu. In life, in general. Að hafa ákveðin ramma. To have this special framework around you. Og innan þessa ramma þá geri ég vissa hluti. And within that framework, I do things. Vonandi eitthvað uppbyggilegt. Hopefully something upbuilding.
Og Dale Carnegie, hann sagði eitthvað í þessum dúr á íslensku. Dale Carnegie said something similar to this. 2 menn litu út á milli fangelsisrimlana, annar sá svaðið, hinn stjörnunar. I'll just read it straight. 2 men looked out from prison bars, one saw the mud, the other saw stars. Málið í þessari litlu setningu. Du gavst mig fri, jag fann mig fri. So the point in this little story is Þessi 2 menn voru með jafn stóran ramma. These 2 men had the same spectrum. En það var svo ólíkt sem þeir gerðu innan þessa ramma. But it was so different what they did within that frame that they had. Hugsiði til biblíupersóna. Think about the Bible characters. Jósef, Joseph, Daniel, Ruth, Esther, María, Mary, Páll og fleiri. And more. Og Jesús Kristus sjálfur. And Jesus Christ himself. Allt þetta fólk. All these people. Lenti í því að ramminn þrengdist alveg geysilega. They suddenly found themselves in the situation that their framework was completely narrowed one day. Og þá þurfti að hugsa og ákveða. They had to think and decide. Hvað skipti máli? What is important? Þetta fólk hélt reisn. These people kept their dignity. Gerðu sitt. They did their thing. Voru sönn og heil. They were true and whole. Þó aðrir, even if others, hefðu minnkað ramman þeirra. Had narrowed their framework. Þau gerðu það besta úr því sem að var til staðar. Did the best in the situation as they could. Og nú þurfum við kannski sérstaklega öll að rýna í eigin barm. And now we perhaps all need to look inside ourselves. Eða sálina okkar ef við viljum orða það þannig. Or look at the soul if that's a vocabulary that we use. Og gera okkar eigin ramma. And do our own framework. Og okkar eigin heim jafnvel. And our own world even. Það farið að segja á íslensku okkar eigin búblu. Bubble, já. Yeah, we're talking about living within our bubble now. Við þurfum að ákveða ramman. We need to decide. Hvað við ætlum að hafa í honum. What do we want to have inside? Hvað ætlum við að gera innan þessa ramma. What are we going to be doing inside that frame? Og þessi rammi allt öðruvísi en við höfum átt að venjast. And this frame is totally different from what we are used to. Bara eins og við vitum öll, bara útfarir, ástvina. Even just funerals of loved ones. Og það var ein í minni fjölskyldu í gær. There was one from my family yesterday. Og svo ólíkt því sem að vanalega hefur verið. It was so different experience compared to how we're used to. Og fólk flest að aðlaga sig rammanum. And people everywhere are trying to adjust to their new frame. Og trúin, hún geysilega mikilvæg, bæði við að skapa, móta ramman. The faith is really important to both now when we decide how the frame is. Og varðandi það sem innan rammans. And also to decide what is within the frame. Hvernig við hugsum. How do we think? Og hvað við gerum. And what do we do? Bréf Páls mögnuð. The letters from Paul are very mighty in Irish. Mighty. Okay. Þau hann alltaf með djúpa guðfræði. He always has some deep theology. En svo í lok
brefana, But then at the end of the letters, þá í raun og veru segir hann alltaf þrennt. he always says those three things at the end of the letters. Hegðaðu þér svona, Behave in this way, hugsaðu svona, think in this way, gerðu þetta. do this. Og þetta bara fastur liður hjá Páli. And this is just like a standard from Paul. Það sem var lesið áðan What we read earlier úr Fílippi bréfinu 4, from Philippi 4, að þarna Páll í aðstæðum í litlum ramma. so Paul is there in difficult situation in a very small framework, Bókstaflega, hann í fangelsi. literally, because he was in prison. Og hann að skrifa til fólks And he's writing to people sem að eru í litlum ramma eða munu fljótlega verða í litlum ramma. that are in a small frame or will soon be within a tighter frame. Aðstæður höfundar bréfsins Circumstances of the author of the letter og lesenda bréfsins and those that are reading the letter voru mjög slæmar. were really bad. En hvað segir Páll? But what does Paul say? Verið glöð. Be, fyrir ekki, ég ætla að fá hérna, að því ég er með þetta hérna á ensku. So, be joyful. Og hann segir, ég segi aftur, segir hann. And I say again, rejoice. Verið glöð. Hann í fangelsi, hann að tala við fólk sem á mjög erfitt. Verið glöð. He's in prison, but he's talking to others and he's telling them to rejoice. Svo segir hann, ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum. Let your gentleness be evident to all. Verið ekki hugsjúk. Do not be anxious. Með bæn With prayer og þakkargjörð and petition with thanksgiving, áttu að lifa, segir hann. you should live, he says. Og svo kemur 7. versið og þarna svolítið áhugavert að við þurfum að læra svolítið að lesa í Biblíunu og annars staðar sko samhengið sko. So then we have Samhengi. verse number 7, and we need to, when we read the Bible and all that we need to read what we read in the right context. Verið glöð, Be happy, rejoice, verið ljúflynd, uh, 5. versið. gentleness, Já, ekki hugsjúk, don't be anxious, biðjið prayer og þakkið. and thanksgiving. Svo kemur framhaldið. And then we have Og- to the end, Fríður Guðs, and the peace of God, sem æðri öllum skilningi, which transcends all understanding, mun varðveita hjörtu ykkar will guard your hearts og hugsanir ykkar and your minds í Kristi Jesú. in Christ Jesus. Svo fer hann í 8. versið, við ætlum ekki að lesa það núna, nema bara, hann segir fólki að hugfesta það sem gott, So allt sem gott, he tells them to keep in their minds, keep their minds set on what is good. og segir svo í lokin, og Guð fríðarins munu vera með ykkur. And says at the end, and the God of peace will be with you. Hann búinn að tala hérna gleði He's already talked about rejoicing og hvernig hún svo leiðir til fríðar. and how this joy will then lead to peace. Og málið að í 3. kaplanum, And kaplanum á undan, it's really interesting that in the chapter before, in chapter 3, þá segir hann í 1. versinu, he tells them in verse number 1, enn og aftur, segir hann. Enn og aftur, and I tell you again, verið glöð. rejoice. Svo hann hann að segja þarna, ég ætla að segja ykkur enn og aftur að vera glöð. Svo kemur hann aftur að því hérna í næsta kapla, þetta með að vera glöð, þetta alveg magnað hjá honum. So he repeats this in both chapters, to rejoice, Vera glöð, vera glöð. to be joyful. Bæn,
þakklæti. Prayer and thankfulness Sama sem friður. is the same as peace. Leiðir til friðar. It brings peace. Það fátt eins fallegt eins og að sjá eitthvað sem friðsamt. There is nothing as beautiful as seeing something that is peaceful Og það sem glatt. and what is joyful. Og upp á síðkastið, And recently, eftir COVID, after COVID, og during COVID, after COVID came, þá hef ég uppgötvað alveg einstaka birtingarmynd á gleði. I have realized or noticed a very special way of joy. Svona tjáningu á gleði. Expression of joy. Það sem að stærðar hópur, jafnvel úti á heilu torgunum, Where outside, even in town square, þúsundir manna, thousands of people, allir brosandi, everyone is smiling, allir glaðir, everyone is joyful, allir friðsamir everyone is peaceful, og það skín af fólkinu. and you can just see it shines from them, Gleðin og friðurinn. joy and peace. Andrei Rieu, konsertarnir hans, alveg magnaðir. So this is in concert, musical Andrei concert Rieu, with já. this Andrei fellow. Þetta bara eitthvað sem við megum ekki missa af, sérstaklega í kringumstæðunum eins og þau eru í dag. Þetta alveg ótrúlegt að sjá gleðina og friðin. This is something that no one should miss, to watch these concerts, because you can see the joy and the peace. Þetta á netinu, þetta náttúrulega út allt. You can see it online. Nú, við erum hérna með í raun og veru uppskrift. We have really a recipe. Verið glöð, Rejoice. verið ljúflynd, gentle, Gentle. Já, gentle, kind, sweet, ekki hugsjúk, Don't be anxious. biðjið, Pray. þakkið Be thankful. og hugfestið And keep in mind. og það leiðir til hvers? And Hvað svo framhaldið? that will lead to what? What is the... Friður. It leads to peace. Jesús Kristus sagði, minn frið gef ég yður. Jesus Christ told us, I will leave with you my peace. Og hér sem annars staðar And here, like everywhere else, finnum við hvatningar til að we can find encouragement to taka skref, take some steps, til að gera, to do, og það byggist ekki á tilfinningum okkar. and it's not based on our feelings. Páll að segja ykkur að gera eitthvað. Paul is telling us to do something. Hann bætir aldrei við þegar þú ert í stuði. He never asks or adds when you're feeling like it. Bara segir, gerið þetta. He's just saying, do it. Að gera To do, til að vera. to be. Þú gerir eitthvað So you do something til að verða eitthvað. in order to be something. Og þetta tengir sálfræðinni, kenningum innan sálfræðinar. And this fits with Gerir eitthvað the psychology og það hefur áhrif á teachings. þig til þess að vera eitthvað. If you do something, then you will become something. Það endilega tryggir ekki að allt sé í lagi. Hvað sagðirðu? Það tryggir ekki allt sé í It lagi. doesn't ensure that everything will be perfect, En þetta þarf að vera markmiðið. but this needs to be the aim. Við erum hvött að lifa til fulls, We are encouraged to live life to the fullest, finna ramman, find the framework, skilja ramman, understand the framework,
setja inn í þennan ramma eitthvað ákveðið, put within that framework something specific, stefna að gleði aim towards joyfulness og öllu hínu and all the other sem leiðir til that will lead to friðar. peace. Guði sé þökk fyrir það. We thank God for that. We will now do the Lord's Prayer. Og já, við ætlum þá að biðja bæn drottins og þið sem eru heima, þó okkur finnist það sundur skrítið, þá bara ekkert að því að stoppa aðeins. Those that Loka are augum. home, please pray with us. Já, og biðjum saman. Og við segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þó að tíminn sé aðeins nokkra mínútur yfir að þá langar mig til þess að við myndum syngja sálminn Ég elska þig Jesú, númer 343. Yes.
langar fyrst til að byrja að þakka henni Kristínu fyrir. Og hún komin til okkar aftur að spila og við erum afskaplega þakklátt fyrir það að það sé möguleiki. Takk Kristína. Leo minn, hvar ert þú? Við getum ekkert verið án þín og ekki að fela þig þarna á bakvið. Svo það náttúrulega hann Manfred sem var með leksíuna og það var ánægjuleg stund og svo Einar Valgeir og Þóra sem að þýða. Við erum bara svo rík af því að geta haldið þessu úti og við erum þakklátt fyrir það og eigum líka að vera það. Ég ætla að biðja hann Einar að koma og flytja blessunarorðin. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu vor og hugsanir í Kristi Jesú, drottni vorum. Amen.